For sure. Það var tap fyrir Frökkunum í dag, en tilfinningin samt kannski öðruvísi en í gær. Já, svona í rauninni. Mér fannst við að leggja allt í þetta sko. Reyndum að hleypa leiknum svolítið upp, keyra á það alveg mjög hratt, en það sást á stigaskorinu gríðarlega hátt og það var bara góð baráttan í liðinu og við reyndum að gera okkar besta, en ég held að þetta sé bara því munurinn á milli liðanna. Þitt hlutverk í dag, þú færð að spila svolítið meira en þú hefur gert fyrstu 2 leikina, ánægður með þitt framlag? Náttúrulega ekki ánægður með að hafa tapað, en svona með lítið sjálfum með að hafa fast með að gera ágætlega. Ég er bara búinn að vera þolinmóður og reyna að nýta tækifæri mín sem ég fæ. Saman hvort að þau verða fá eða mörg, þá bara að reyna að gera mitt besta er ekki mér nú. Þessi leikur í dag á móti virkilega stóru leikmönnum á heimsmælikvarða, er þetta svona svolítið stærsta sviðið sem þú hefur spilað? Ég held klárlega að þetta sé stærsta, svona besta lið sem ég spilaði á móti, alveg klárlega. Þeir eru með NBA kalla í hver einustu stöðu þarna, en svo þegar maður kemur inn á völlinn þá svona gleymir maður hverjum maður er að spila á móti og reynir bara að berjast, en ég held að sást alveg getumuninn í dag. Fínt að fá frídag á morgun og mæta síðan Slóveníu eftir það? Já, ég held að við þurfum bara að hreinsa hugan og bara núllstilla okkur og gera okkur ready fyrir næsta leik sem er Slóvenía og við ætlum okkur auðvitað sigur þar, ná í fyrsta sigurinn í Eurobasket. Við viljum ekki svíkja þessa áhorfendur, þetta er bara þvílík upplifun og gaman að sjá hvað allir eru með mikla einlifun í þessu og við viljum gefa þeim eitt sigur áður en við förum heim. Glæsilegt. Það er ekki lengra.